Jæja, góðan daginn. Sæl og velkomin. Ég heiti Hrönn Konráðsdóttir og verkefnastjóri í sýningunni Saga úr jörðu, Hofstaðir í Mývatnssveit. Með mér Hildur Gestsdóttir, annar tveggja sýningahöfunda og uppgröftarstjóri á Hofstöðum. Við ætlum aðeins að kynna sýninguna fyrir ykkur og síðan ætlum við að ganga saman hérna upp í Bogasal til að virða hana fyrir okkur líka. Og vil ég bara segja allar spurningar velkomnar. Sýningin Saga úr jörðu í samstarfi við Fornleifastofnun Íslands sem Hildur kemur frá. Stofnunin hefur staðið fyrir uppgrefti á Hofstöðum í að nálgast 3 áratugi. Það voru ansi margir vinklar sem við höfum getað tekið á þessa sýningu, enda höfum við eftir öll þessi ár svo mikið magn upplýsinga að við hefum eflaust getað sett upp margar sýningar. Á fyrstu hugarflugsfundunum var þó ákveðið að taka fyrir rannsóknirnar sjálfar og hvað þær hafa skilað, því okkur fannst það svo áhugavert sjónarhorn. Kannski var það líka að því að flestir á þessum fundi voru fornleifafræðingar. Saga úr jörðu því sýning fornleifarannsóknirnar og niðurstöður þeirra. Hofstaðir eru bær í Mývatnssveit sem liggur í Laxárdal ofan við Laxá sjálfa. Við ætlum aðeins að fara þá í gegnum aðal uppgröftarstaðina á Hofstöðum. Kannski Hildur vil ég taka við hérna. Já, eins og kemur fram þarna þá hafa rannsóknir Fornleifastofnunar staðið yfir í næstum því 30 ár. Það var 1991 hófust rannsóknir okkar þarna. En saga fornleifarannsókna á Hofstöðum þetta mun lengri og alveg aftur svona lok 19. aldar. Það er svona farið inn á þá sögu í sýningunni en sýningin sjálf fjallar að mestu þessar rannsóknir síðustu 30 ára. Hofstaðajörðin svona með mest og best rannsókuðu jörðum á Íslandi í dag. Og hægt að segja að sem sagt, innan túngarðsins, ég verði með bendir, bæjarhúsin í dag standa hér, hér, og þetta sem sagt, túngarður sem umlykur bæjarstæði, túnið á Hofstöðum og hérna. Og það eru sem sagt 4 svona eiginlega 3 megin svæði, fornleifasvæði. Það sem sagt veisluskálinn á Hofstöðum sem hér, sem var grafin upp fyrst af Daniel Brún 1908 og svo aftur af Fornleifastofnun Íslands. Þeirri rannsókn lauk 2002, hægt að kaupa bókina hérna í búðinni. Og svo það sem sagt gamla bæjarstæðið og það sem sagt vitum við eftir uppgröft að þar undir eru víkingaldarminjar. Við sjáum ruslalaug frá víkingaldarskála, þannig að sem sagt, það hafa staðið hérna þessi 2 skálar samtímis, við vitum það. Ofan á bæjarhólnum eins og gerist þá eru þetta þá 1000 ára af minjum og þetta bæjarstæði lagðist af 1950. Við stefnum á að fara þangað en það mjög mikið langtíma verk. En hins vegar erum við búin að grafa upp miðaldakirkjugarðinn sem liggur hérna utan í bæjarhólnum. Og hann sem sagt frá því svona miðja 10. öld og fram undir 1300 og hann hefur verið grafin upp í heild sinni. Þannig að í rauninni þessi 2 svæði, víkingaldarskálinn og kirkjugarðinn hafa verið grafin upp í heild sinni. Svo fyrir nokkrum árum þá fannst fyrir tilviljun 3. bæjarstæðið sem hefur fengið nafnið í Brekkum. Örnefnið þarna á svæðinu eru Brekkur og þar erum við búin að finna víkingaldarskála og að minnstakosti 4 útihús. Við bættum við einu útihúsi hérna í sumar. Hérna fyrir ofan Kumlateigur og
svona hér, þar járnvinnslusvæði. Þannig að þetta allt upplýsingar sem eru svo nýjar að þær eru ekki komnar inn á kortið sem við erum með. Það ekki að sýningunni henda. Þannig að þetta verkefni sem bara ennþá í gangi. Og hérna, já, það sem við erum að vinna í núna í rauninni bara að rannsaka þetta gríðarmikla og flókna kerfi sem þetta bæjarstæði Víkingaldarskálinn sem við grófum upp, hann hérna áhugi manna á honum svona frá upphafi var auðvitað aðalega út af þessu hofnafni, sem hofstaðir, og þarna var þessi gríðarstóri skáli og rannsóknir fram undir 1990 voru til að rannsaka það hvort þarna væri hof eður ei. En eftir að rannsóknir Fornleifastofnunar hófust þá í rauninni stækkaði þetta verkefni töluvert og varð miklu flóknara og við fórum í rauninni að nýta þetta verkefni ekki bara til þess að horfa á hvort þarna væri hof eða ekki, heldur til þess að svara ýmsum spurningum bara hvernig fólk nýttir landið og hvernig þeirra líf var. Og við það þá teygði verkefni sig anga sínum alla Mývatnssveitina. Við höfum unnið stóra rannsóknir víðar sveitina, Skútustaðir, Sveigakot, Hrísheimar. Þannig eins og Hrönn segir, efniviðurinn alveg gríðarlegur. Vilt þú hérna taka við bara? Já. Bara svona til að bæta því við var veisluskálinn 38 metra langur þegar hann var stærstur og utan á honum, ef ég fer hérna aðeins tilbaka, voru þessar nautgripahauskúpur 23 talsins að minnstakosti og 23 sem fundust sem hefur verið stillt upp svona í kringum svona utan á skálanum. Við vitum það því að það eru svona veðraðar utan á og hann hefur verið dálítið flott sýn þegar fólk kom þarna. Alltaf magnað að koma að Hofstöðum. Við höldum áfram. Hérna svo þessi fína drónamynd af Hofstöðatúninu. Þannig má sjá rústina af skálanum og kirkjugarðinn. Sem svona moldarflag hérna. Kirkjugarðinn hérna og skálinn hérna með auka húsunum. Kannski þess að stökkun hérna. Já. Þannig að þessi mynd tekin þegar rannsóknin á kirkjugarðinum stendur yfir. Og það sem sést þarna í rauninni hversu nálagt þessar minjar eru. Þetta eru svona tæpir 400 metra þarna á milli. Og það sem sérstaklega áhugavert þetta í rauninni tímasetningin á þessum miljum. Eins og Hrönn segir, veisluskálinn, hann ber klárlega merki svona heiðna siði. Það eru þessar höfukúpur sem eru af fórnardýrum, eru svona skepnur sem hafa verið aflífaðar með því að hálshöggva þær sem hafa skreitt utan á skálan. Skálinn gríðarstór, það eru merki veisluhöld í sem sagt beinasafninu, það eru merki sem sagt óvenjulega neyslumynstur, það hefur verið að borða gristlinga og fínustu bitarnir af kjötinu og svona. Þannig að sem sagt, svo túlkun sem stendur í dag að þarna í rauninni hefur verið búið, þarna hefur verið bær, en stærðin og mikilfengleiki skálans hefur verið að miklu leyti til þess að þar sé hægt að halda veislur. Hann reistur rétt eftir 940 og leggst af 1030, þannig að hann í notkun í rauninni mjög stuttan tíma, 100 ár. Kirkjugarðurinn, hann mjög gamall. Kirkjugarðurinn, eða semst veggurinn sjálfur og elsta kirkjan, við erum með semst 2 kirkjur þarna, þau eru reist bara rétt eftir 940. Við vitum þetta að því við erum með semst gjóskulag frá 940 pluss mínus sem að kirkjugarðsveggurinn stendur ofan á og það þykkt undir að það geti ekki hafa liðið meira svona 10 ár frá því að það féll og þangað kirkjugarðurinn var reistur, kirkjugarðsveggurinn. Þannig að á einhverjum tíma
í einhverja áratugi þarna, seinni hluta tíundarnar, þá hafa þessi 2 mannvirki staðið þarna á sama tíma. Sem sagt. Kirkjurnar sjálfar hafa verið stafkirkjur, mjög litlar, það eru svona 3 metrar á flatamáli, en með risastóra hornstóðir sem við höfum túlkað því að í rauninni þar hafi verið mjög háar. Það engin ástæð til að vera með svona rosalega stórar hornstóðir undir svona lítið mannverki. Þannig í rauninni þetta bæði hús sem eru hönnuð til þess að vera hort á, að vera sýnileg í landslaginu. Og ef maður kemur upp Laxárdalinn frá sjónum, að þá Hofstöð þetta svæði svolítið í hvarfi mjög lengi, og svo kemur maður svona yfir smá hæð og þá svona rís Hofsstaðatúnið svolítið úr felum, og þetta hefur auðvitað verið mjög svona tilkomu mikið að koma heim á bænum, að því í rauninni birtist hann bara svona rétt áður en að maður kemur á bænum. Þetta viljum við meina að sé hægt að túlka í rauninni ekki endilega í trúalegum tilgangi, heldur meira svona pólitískum tilgangi, að þarna hafi menn verið að reyna að byggja upp einhvers konar valda miðstöð svona til móts við Skútustaði og Reykjahlíð. Eins og ég segi, þetta stóð samtíma að einhverju leyti, en svo þarna 1030 þá veisluskálinn meðvitað lagður af. Höfuðkúpurnar eru teknar niður, þær eru settar inn í húsið, það fórnað kind og hún skilið eftir inn í húsinu, og svo húsið að líkindum einhverju leyti fellt saman. Þannig að þá tekið meðvitað ákvörðun að leggja niður þessi heiðnumerki, en kirkjan stendur áfram. Þetta svona pínu partur af því sem við erum búin að rannsaka þarna og sem sýningin fjallar en svona kannski það sem svona þær óvæntustu niðurstöðu fengið að sjá þessi 2 mannvirki eru þarna samtíða í túninu. Halda áfram. Já, við undirbúning sýningarinnar, ef við tölum aðeins það aftur, þá settum við niður hin ýmsu orð og byggum til svona hugarkort, þar sem við tengdum saman hin ýmsu hugtök og niðurstöðu sem kom úr þessum rannsóknum. Með þessu hugarkorti gátum við greint hvaða áherslur náðu yfir sem mest af niðurstöðum rannsóknanna. Að lokum drófum við út nokkrar áherslur sem að allir þræðirnir virtust liggja að. Það voru landið og nýting þess, margar rannsóknir, bæði á Hofsstöðum og víðar í Mývatnssveit, hafa verið gerðar á landnýtingu og breytingum í náttúrunni gegnum aldirnar. Jarðvegssýni hafa verið skoðuð með tilliti til fræja, frjókorna, örkóla og forngarðar hafa verið kortlagðir í Þingeyjarsýslum. Þá það miðstöðin Hofsstaðir sem við erum kannski búin að tala dálítið núna. Margar spurningar hafa vaknað þar. Af hverju var Hofsstaðaskálinn svona stór? Var hann miðstöð í sveitinni og þess háttar? Já, daglegt líf, hvernig fólk lifði á þessum tíma og hvaða upplýsingar við höfum fengið það úr uppgreftrinum. Mataræði, mikið af dýrabeinum og fjölbreyttum tegundum fundust á Hofsstöðum og já, við erum aðeins með hvaða niðurstöður hafa verið dregnar af þessum beinasöfnum. Svo það fjölskyldan og það þá aðalega kirkjugarðurinn, tengslin í kirkjugarðinum, hverjir voru grafnir þar, hvaðan komu þeir. Og svo þetta tímabil miðaldir til 20. aldar, þar sem við vitum minnst en höfum þó lítinn glugga inn í það. Svo rannsóknirnar, við fjöllum aðeins rannsóknirnar í sýningunni líka, hvaða rannsóknir hafa farið fram á Hofsstöðum og hverju þær hafa skilað, og hægt að draga lærdóm af lífsbaráttu horfinna kynslóða. Hvað sem þú vilt bæta við hérna? Nei, kannski bara í raun að segja að af því þetta rannsóknarsýning að þá hefur við leitast að því að svona kynna á sýningunni, það eru mörg 100 manns sem komu að þessum rannsóknum. Það var rekinn vettvangsskóli, það liggja eftir
það eru tugir doktorsritgerða, hundruðir skýrslna og fræðigreina, einhverja bækur, og þetta hefur verið mjög svona fjölfagleg rannsókn, þannig að þetta eru ekki bara fornleifafræðingar, þetta eru fornvistfræðingar og genetík, fólk sem rannsakar genetík fólks og bara ýmsar sérhæfingar sem fólk með ýmsar sérhæfingar sem hafa komið að þessu, þannig að það sem við vorum að reyna að gera er að innan hvers svona þemu að kynna þær mismunandi leiðir sem þessi mismunandi sérfræðingar hafa reynt að svara spurningum innan þessara ramma. Þannig eins og hann segir mataræði, þá getum við skoðað dýrabeinin, en við getum líka skoðað þá greipi sem að tengjast matreiðslu, við getum skoðað ísótópagreiningar á mannabeinum, landið og nýting þess, þá getum við skoðað allt frá því að skoða forngarðana sem við finnum út allt þarna í Suður-Þingeyjarsýslu og niður í að greina hin minnstu fræ. Þannig að það er svona markmiðið með sýningunni, að sýna þar mismunandi leiðir sem hægt er að svara spurningum sem tengjast þessum þemum. Já. Og við getum ekki tala sýninguna Saga frá Hofstöðum án þess að tala sögu frá Hofstöðum, sögu sjálfa. Í tengslum við sýninguna var ákveðið að endurgera andlit konu sem grafin var í kirkjugarðinum. Við vitum töluvert hana, bæði að meinafræðilegum rannsóknum og DNA rannsóknum. Já, allir það ekki sé ekki best. Já, þetta var svona kannski eitt af því fáu sem við svona ákveðum tilraun sem ákveðum að gera bara sérstaklega fyrir sýninguna. Allt annað í sýningunni bara byggir á fyrir rannsóknum, en söguliti við teikna fyrir okkur, fyrir sýninguna. Og ein ástæði fyrir því að við ákveðum að gera þetta er að við erum með ýmsar upplýsingar þessa konu. Hún er sem sagt greftuð upprunalega einhvers annars staðar, flutt í garðinn. Eins og Hrönn segir út frá meinafræðilegum rannsóknum getum við sagt ýmislegt hana, við getum greint hvað hún var gömul, við sjáum að hún hefur verið sem sagt, þetta eru 170 beinagrindur þegar ég muna allar. Hún er svona yfir eldri en 50 ára. Hún var 50 til 60. 50 til 60 ára, takk fyrir. Já. Ég vann þessa rannsókn, gott að vera með eitthvað sem segja mér frá. Hún ber þess merki að þurft að vinna mikið, hún er mjög sterk byggð, hún er mjög sterkar og miklar hendur sem að reyndar allir sem eru þarna eru með. Hún er komin með gigtarbreytingar í hrygginn sem eru bara aldurstengdar breytingar, en hún líka með gikt í öðrum ökklanum sem að er án efa vegna þess að hún hefur einhvern tímann slasað sig á fæti, hefur líklegast haltrað þegar hún gekk. Og svo var sem sagt var Hofsstaðarannsóknin með í stórri DNA rannsókn sem var gerð í tengslum við doktorsverkefni sem að Ashot Margarian vann við Kaupmannahafnarháskóla, og hún var ein af þeim sem við tókum sýni úr. Þannig við getum notað það til þess að vita ýmislegt hana. Við augnliturinn og háraliturinn byggir þá DNA-greiningu, og sem sagt við vitum að hún er sem sagt frekar af keltneskum uppruna en norrænum. Hún á 2 börn í kirkjugarðinum. Og hún á 2 börn. Sem sagt, við fengum sýni úr niðurstöður 10 beinagrindum, og þá kom í ljósa sem sagt sonur hennar og dóttir eru líka greftur í garðinum. Þannig að það er svona ein vísbending þessi fjölskyldutengsl í garðinum. Við getum líka notað þær sem sagt meinafræðilega rannsóknir. Þannig að við ákvaðum að svona gera smá tilraun með að fá mann með okkur í að sem sagt svona forensic reconstruction og gerðum það með því að í rauninni skrifa svona smá sögu hana, sem sagt skrifa upp það sem við vissum hana og reyna að búa til smá sögu fyrir hann að sem sagt skapa þessa mynd. Notaði hann hauskúpuna til að teikna eftir. Þannig að þetta er byggt á hauskúpunni, en líka þá, þannig að mér finnst rosa gaman að það sést alveg á henni að hún er úti tekin og svona, þetta er kona sem hefur þurft að vinna.
mér finnst hún líka rosalega lík fólkinu frá Vagnbrekku sem næsti bær við, en það hann. En já, og svo þá kannski líka mikilvægt að það ýmislegt sem við vitum ekki hvernig hún greiddi sér eða neitt svoleiðis og þess vegna það var, held ég, mesta vinnan sem við lögðum í var hvernig hárið átti að vera, af því það mátti ekki vera greiðsla, en átti svona, þannig að við vorum að reyna það var svona eins og hann væri að koma bara út af koma heim að túninu já, heim að túninu svona svolítið laust og samt svona bundið en það sem sagt einstaklega skemmtilegt að geta gefið fólkinu á Hofstöðum svona andlit já, við erum ekki með neitt meira, einhverjar spurningar?